Ég vil sýna ykkur aðeins hérna forritið iMindMap sem er notað til þess að búa til hugakort. Þegar opnum forritið þá kemur þetta og hérna býr maður til nýtt kort. Síðan getið þið valið svona einhvers konar tákn til þess að hafa í miðju hugakortsins. Þið getið líka sett inn mynd með því að fara hérna í browse. En ég ætla bara að taka þetta. Síðan getið þið bara skrifað beint hvert viðfangsefni ykkur er. Ég ætla að hafa hérna í þessu dæmi íþróttir. Þá kemur það svona. Til þess að búa til sem greinar út frá þessu, þá fer ég hérna í miðjuna og þá birtist þetta tákn. Og ef ég fer hérna í þetta rauða, þá getur ég dregið svona grein út. Og þegar það er komið þá getur ég skrifað bara beint hvað þá að standa þessari grein. Þetta verður boltagreinar. Þannig að ég get gert aftur einhverja aðra grein. Frjálsar, eitthvað svona. Eitt sniðugt með að hafa þetta svona í tölvutæku heldur en með blaðablýant er að það getur alltaf tekið þessar greinar og fært einhvern veginn til. Maður gerir það með því að fara í hennan bláa flipa hér og þannig að maður fært greinu til. En ok, ég held áfram að gera hérna 2 viðbót. Fótbolti. Hérna kemur grein sem heitir körfubolti. Og maður sjá. Núna ætla ég að hafa eina grein sem heitir bara Barcelona. Svona. Ok, þannig að þið áttu ykkur á því hvernig svona hugakort virka. Núna vil ég setja ykkur meiri upplýsingar á þetta, þessar greinar mínar. Til dæmis hérna með Barcelona, þá vil ég setja hlekk á vefsíðuna hjá Barcelona. Þannig að vefsíðan hjá Barcelona er hérna held ég. Þá bara tek ég hérna hlekk, kópera hann. Síðan hef ég þessa grein valda, Barcelona, fer hérna í hennan gráa flipa og þá poppar þetta upp. Hérna getur maður valið format, image, edit og objects. Og í objects sjáu þið að það stendur hérna link sem þýðir hlekkur. Smella á það, þá hérna get ég sett inn hlekk á einhverja vefsíður sem ég vil nota. Þannig ok, við loka þessu. Og það sjáu núna á greinina kemur svona tákn fyrir hlekk. Þannig ég veit að þessari grein er að vera að vísa í einhvern ákveðinn hlekk. Ok. Ok, nú ætla ég að hérna taka fyrir leikmanni Barcelona. Þá ætla ég að nota hérna appísinu gula flipa. Það virka svipað svo venjuleg grein nema það kemur svona kassi hérna í endan. Og ég get skrifað bara beint hvað ég vil hafa í þessum kassa. Lionel Messi. Ok. Núna vil ég bæta inn mynd af Messi. Þá smell ég á þessa grein. Ég vil að myndin tengist þessari grein. Fer í gráa flipan. Og hérna stendur image. Og hérna get ég valið file. Ég smell á það. Og þá get ég bara fundið einhverja mynd sem er inn á tölvunni minni. Opna hana. Og þá er það hérna komið. En ok, segjum að ég vilji skrifa eitthvað meira Messi. Einhvern langan texta sem passar ekkert á hennar grein. Þá bara smell ég á þessa grein. Fer aftur hérna í gráa flipan. Og undir hérna objects. Þá er hérna eitt valmöguleiki sem stendur note. Sem þýðir bara glósur. Þannig þegar ég smell á það, þá poppar upp þessu gluggi. Hérna getur maður skrifað bara sinn eigin texta eitthvað. Eða, já. Síðan ef þið lokið þessu, og þá sjáum við að þá kemur þetta tákn hérna með þessum blaði og blýanti sem þýðir það að það er búið að skrifa einhverja glósur við þessa grein. Síðan eitt viðbót til að setja inn svona tákn. Til dæmis ef ég vel þessa grein hérna körfubolti, fer hérna í gráa flipan og í image,
það er hérna icon. Þá fáið upp alls konar svona skemmtileg tákn eða myndir sem þið getið hent inn á hugarkortið ykkar eins og ykkur sýnist. Og já, þetta ætti að hjálpa ykkur til að ná hérna þessum grunni í iMindMap.